Við ætlum að fara að ræsa núna vél 6 eftir viðhaldsstopp og erum svona að fara að hita upp vélina og fara að setja í gang og ætlum að leyfa ykkur að fylgjast aðeins með. Hversu umfangsmikil svona aðgerð? Hún bara nokkuð umfangsmikil. Þetta eru svona 6 til 10 manns sem að þarf til að ræsa svona vél og tekur svona eiginlega allan daginn að keyra vélinu. Við byrjum bara núna á að keyra niður steingerðið á lofthreinsi stöðin okkar af því að þegar við setjum vélina í gang þá dettur hún alltaf út og svo byrjum við á að hita upp vélina, setja inn borholur og svo reynum við að ræsa vél. Það stórt atriði að vél 6 sé ekki í gangi? Ekki eins og en nú vél 1 hjá okkur að fara í viðhaldsstopp og þá þurfum við aflið frá vél 6 í staðinn og svo Norðurál byrjað að keyra upp og þá náttúrulega þurfum við að bæta við afli. Eru aldrei með allar vélar í gangi í einu? Jú, alltaf. Það bara núna út á Norðuráli sem að vélarnar eru stopp. Við erum að nýta tíman í viðhald. Hérna gufuveitu starfsfólkið okkar að byrja að hita gufuskiljur, opna inn á gufuskiljur og hita svo í rauninni stammann inn á vél sem að fæðir gufun inn á vél. Já, nú eru þeir bara að opna, loka, fá gufuna til að streyma og í rauninni bara að sjóða upp hugsanlegan raka eða vatn í lögnunum og bara hita þær þannig rólega áður en við förum að nýta gufuna inn á vél. Og þetta eitthvað hættulegt eða eitthvað þannig sem getur komið upp á? Já, vatn í gufulögnum alltaf hættulegt og það þarf að beita réttum verkferlum til að það sé það ekki. Og þetta okkar færustu menn og vita alveg hvað þeir eru að gera. Nú erum við að hefja fyrsta þrep í uppkeyrslu á vélinni og þá byrjum við á að ræsa hringrásadælu sem hægra megin við mig og þá það gert bara til að setja kælivatn inn á allar lagnir og á bak við okkur sjáum við eimsvalan og þá það bara að fara að lofttæma eimsvalan og mun koma vatn allan salinn rétt á meðan. Og það bara gert til að við losum alltaf loft úr lögnum og já, þá hún komin í gang og nú munum við fara að sjá koma gusur allan vélasal að nú loftið að fara úr lögnunum og kemur vatn á gólfið í staðinn. Nú sjáum við á bak við okkur að það verið að lofttæma eimsvalan og það bara verið að tryggja það sé ekkert loft inn á lögnunum af því að þá fáum við minna flæði af vatni og þetta vatn notum við til að kæla túrbínuna. Þetta hringrásast núna út á kæliturn og kælir vélina. Spurning hvort við þurfum að fara að setja alla í fjárstýringar. Við erum byrjað að hita upp alla gufulagnir og svona og svo strákarnir bara út í sal að undirbúa í rauninni alla lagnirnar okkar og dælur og að það sé allt klárt. Nú ég bara í tölvunni í rauninni og svo við erum bara með ákveðin lista sem við erum að fara eftir. Og gerur þetta bara í tölvunni með að ýta okkur takka eða? Já, svona mestmegnis. En svo náttúrulega þurfum við ofta að mæta á staðinn og það hellingur sem þarf að gera út í sal líka. En mikið að því gerist hér sko. En núna erum við að bíða í rauninni eftir Landsnet þeir voru í vinnu út í tengivirkjunni sínu í dag. Undanfarna daga og ætlum að reyna að klára það áður við getum sett hann inn. Þannig að þeir eru háðir einhverju hjá þeim að þeir gera eitthvað áður en að þeir geti gert meira? Nei, í rauninni komum við vélinni bara inn á fullan snúningi okkur og til þess að koma inn á net þá erum við háðir þeim, já. Núna erum við að fara setja inn spennana sem í stöðurísi 2 í sleggjunni. Við gerum það bara á móti Landsneti, eða þeir byrja og eftir það höfum við okkar ofurhefingar. Þá erum við búin að búa til plan bara svo allir séu sömu blaðsíðu. Svo erum við með samskiptin okkar á milli, við erum með stjórnstöðina, við erum með Tetra og jafnvel í símanum líka. Og svo bara gerum við þetta skref fyrir skref í rólegheitum og þá bara gengur þetta mjög vel. Ef það eitthvað vesen þá bara finnum við út í. Komið með mér. Komið með mér. Við erum að fara að setja inn 11 kW rófa hjá okkur á móti Landsneti, ef þeir eru tilbúnir. Ég sé samskiptin við Jónas sem upp í Kjararáð og læt Kitta vita hvað maður gera og hvenær öruggt fyrir Jónas að setja rófana inn.
Við ætlum að byrja á BBT10 GS110, setja hann inn teina. Það hægri róðinu. BBT10 GS110. Já. Ok, flott. Þá máttu fara í 6 ESC10 GS100, setja henni á teina. Ok, flott. Þá rafmagnshlið vélarinnar tilbúin. Þá erum við bara að bíða til því að Landsnet spennusetja okkur sín megin frá. Og þegar það búið, þá getum við þá erum við búin að keyra vélina upp og þá getum við sett vélina inn á netið. Og það allt tilbúið til þess núna. Við erum hérna í stjórnbúnaðarrými fyrir vél 5 og hér vorum við bara að endursetja varnarleiða fyrir strengvarnir eða spennana fyrir vélar 5 og 6 og bara svo við getum komið vélinn í gang. Þetta gekk bara ljómandi vel í dag og vélinn komin inn og nú bara að keyra inn aflið rólega og aukum við aflið á vél 6 núna og tökum vél 1 aðeins niður á móti því að við eigum að skila ákveðinni afltölu út á net. Alltaf eitthvað í gangi hjá okkur? Alltaf eitthvað svona viðhald og eitthvað vélar úti eða inni og eitthvað í gangi? Já, við erum ótrúlega duglega í virkinum að sinna okkar viðhaldi og búa okkur til verkefni líka sem við getum sinnt. En já, það alltaf viðhald í gangi, alla daga.